Stundar rannsóknir á spóanum hans atferli, fjölda þeirra og ætlar að miðla núna af þekkingu sinni á spóanum. Það gengur hér gestabók Takk fyrir. En já, spóin var sem sagt viðfangsefni mitt í meistaranáminu og í tilefni þess að það styttist í að hann komið til landsins þá ætla ég að segja frá lífsháttum hans árið kring og ýmsu markverði sem hefur komið fram í rannsóknum á honum síðastliðin ár. Spóin er stór vaðfugl ættinni Scolopacidae en meðal annar tegundi þeirra ættir til þess jaðragan, hrossagaukur og stelkur. Og kynin eru svipuð í útliti en kvenfuglinn er þó yfirleitt aðeins stærri en karlfuglinn þó að sé nokkur skörun samt. Og spóin verpir í Norður-Ameríku, Evrópu og Asíu og hér á kortinu má sjá varpstöðvarnar í gulu. Og tegundin hún hefur almennt verið talin skiptast í 5 undirtegundir en það eru skiptast skoðanir hvort að ameríski spóin eigi að skiptast í 2 undirtegundir eða ekki eða jafnvel hvort hann eigi bara að vera sér tegund. En íslenski spóin tilheyrir sem sagt undirtegund sem heitir Numenius Phaeopus islandicus og hún er að langmestu leyti hérlendis með minni stofnum í Færeyjum, Bretlandi og líklega á Grænlandi. Íslenski stofninn er talin vera stöðugur en það hefur orðið mikil fækkun hjá varpstofninum á Bretlandi og einnig einhver fækkun í Færeyjum. En spóin er algengur varpfugl á Íslandi, á láglendum allt land og sérstaklega á Suðurlandsundirlendinu og hann hefur verið metinn 250.000 pör og er íslenski stofninn stór hluti heimsstofnstegundarinnar og líklega 40% og í kringu 70–80% af Evrópustofninum. En eins og áður sagði þá hefur spóin komið töluvert til sögu í rannsóknum á síðustu árum og þessar rannsóknir hafa meðal annars snúist varpvistfræðistegundarinnar en einnig far- og vetrarstöðvar íslenskra spóa. Og í þessu rannsóknum getur verið mikilvægt að geta þekkt einstaklingi sundur og því eru fuglarnir litmerktir og þarna með að sjá einn af mínum uppáhalds, karlfuglinn Red, Yellow, White Lime. En fyrstu spóanir fara sem sagt að tínast hingað upp úr miðjum apríl og karlfuglarnir eru venjulega aðeins á undan kvenfuglunum og þeir halda yfirleitt tryggð við óðul sín og endurnýja oft kynnin við maka fyrir árs en kvenfuglarnir virðast samt vera síður líklegir til að snúa aftur óðalið og ef spóin er eins og margar aðra fuglategundir þá eru slíkir skilnaðir líklega tengdir varpárangri fyrir árs. Þar ef varpið gengur illa þá finnur kellingi sér annan kall með annað óðal. En það er oft erfitt að staðfesta svona þar sem við vitum ekki hvort að ástæðan fyrir þær snúi ekki tilbaka sé að þeir hafi farið eitthvað annað eða bara hvort það séu bara dauðargrein. En við höfum reyndar eitt tilfelli tilfærslu sem var staðfest fyrir nokkrum árum en þá var það reyndar karlfugl sem hafði fært sig nokkra kílómetra. Í byrjun varptímans er óðalsflug mjög áberandi og spóavelli líklega eitt af aðal einkennishljóðum hins íslenska sumars, myndum að segja. Og með óðalsflugi auglýsir karlfuglinn sig og óðal sitt. Það lýsir sig þannig að hann flýgur hátt og bratt upp og lætur sig svífa niður í stórum hringjum yfir óðali sínu og flautar og vellir á meðan.
Spóinn verpir í margs konar búsvæðum og má þar nefna mýrilendi, mólendi og graslendi. Og búsvæðin þurfa þó að vera tiltölulega opin. Það er gróður má ekki vera mjög hár og spóar forðast skóglendi. Og það er víða hægt að finna mjög háan þéttleika á verpandi spóum á Íslandi, en hæstur er þéttleikinn á hálfgrónum áreyrasvæðum. En það eru svona svæði þar sem ár hafa reglulega flætt yfir og þau eru umfangsmest í grennd við jökulfljót. Gróður á þessum svæðum er venjulega fremur lágvaxinn og oft eru svona sendnar eyður í gróðurhulunni. Og einkennandi gróður er meðal annars mosar, krækiling, víðitegundir og hrossanál. Það hafa nokkur svæða þessir gerð verið rannsók á Suðurlandi og þar er algengt að varpþéttleikinn sé á bilinu 30 til 40 pör á ferkílómetra. Og eftir því sem við best vitum þá er það hæsti þéttleiki sem þekkist fyrir tegundina í heimi. Varpið hefst seinnipartinn í maí og flest hreiður eru yfirleitt klakin þegar kemur fram í byrjun júlí. En það er samt stökur hreiður sem maður finnur eftir þann tíma og síðbúnasta hreiður sem ég hef fundið klaktist 18. júlí. En í þeim tilfellum er nær öruggt endurvarp að ræða. En ef þeir missa fyrst urtina, þá hafa þeir möguleika á að verpa aftur. En rannsóknir hafa sýnt að almennt eru lífslíkur unga sem klekjast seint verri en þeirra sem klekjast snemma og það er líklega tengt fæðuframboði þar sem hápunktur unga tímans er á sama tíma og það er hámarksframboð á ýmsum skordýrategundum sem ungarnir éta. Hreiðrið er bara svona lítið laut í jörðinni en oft upp á smá þúfu inn í litlu runna eða umhverfis trossanál og það er gjarnan fóðrað með svona stráum eða einhverjum öðrum gróðri og eggin er yfirleitt 4, mosagræn með brúnum skellum, svona 6 cm að lengd. Þarna er reyndar eitt óvenjulegt hreiður þar sem eggin enduðu á að vera 7 en það voru væntanlega 2 fuglar þarna að verki. Og álan tekur yfirleitt 26 daga eftir að öllum eggjunum hefur verið verpt en foreldrarnir byrja ekki að liggja almennilega á fyrr en þá svo ungarnir klekist út svipað leyti og foreldrarnir skiptast á að liggja á. Þetta er svolítið óskilsteindraður en þetta er sem sagt grein eftir Martin Bulla og félaga. Þeir hafa rannsakað álegumynstur hjá vaðfuglum á norðlægum slóðum og meðal annars hjá spóum hér á Íslandi. Og hver lína er sem sagt 48 tímar og kvenfuglinn er sýndur með gulu og karlfuglinn með bláu. Og þarna má sjá að það virðist vera algengt að hver lota sé cirka 12 tímar. Og ég mæli hans með að kíkja á þessa grein. Það er mjög gaman að sjá hvað mikill fjölbreytileiki í álögun eftir tegundum og jafnvel innan tegunda. Og á ungu uppeldinu það parið annast ungarna saman. Skýla þeim fyrir veðri á meðan þeir eru litlir og vara við hættum og reyna að verjast og afvegaleiða afræningja. Og svo vísa þeir ungunum á fæðuríka staði. En eins og er hjá mörgum öðrum vaðfuglum þá mata foreldrarnir ekki ungana og þeir verða að tína sjálfir upp í sig. Og þeir byrja á því mjög fljótlega eftir klak þegar þeir fara á kreik. Kvenfuglinn yfirgefur enda stundu fjölskylduna áður en ungarnir verða fleygir en þeir verða fleygir svona rúmlega mánaða gamlir. Fæðan á varptíma er helst ýmiss konar landhryggleysingjar, svo sem skordýr, köngulær og ánamaðkar. Spóinn er ekki mikið að bora ofan í jörðina heldur tekur meira yfirborði og einnig étur hann töluvert af krækiberjum frá fyrra ári. Þarna á myndinni er hann að glíma við hunangsflugu og einnig eru þarna myndir af nokkrum fæðutegundum sem eru algengar á matseðlinum. Það er hérna lengst til vinstri smellibjalla og síðan lengst til hægri er ranabjalla
og svo þarna flugan sóttarlöpp, en það einmitt mikið framboð af henni það leyti sem ungarnir að klekjast út og þeir éta mikið af henni. Í rannsóknum á spóa hefur meðal annars verið fylgst með afdrifum hreiðra og það komið í ljós að það töluvert mikið afrán á hreiðrum, en það þó mjög breytilegt eftir árum og svæðum og spannar í raun alveg frá því að engin hreiður klekjast upp í það hafi bara öll klakist. En það virðist þó vera algengt að það sé svona cirka helmingur sem rændur, milli 40–60%. Og að verki hafa verið þessir hefðbundnu afræningjar eins og tóan og kjóin og hrafn. En þegar ég sett upp myndavéla við hreiðu fyrir nokkrum árum þá kom það okkur óvart hve afkastamikil kindin reyndist í eggjaranni. Það var reyndar mjög mikið kindur á þessum svæðum og því ef til vill meiri líkur á þær fyndu hreiður og líka kannski að ræða einhvers konar lærða hegðun hjá ákveðnum einstaklingum. En annars svona eggját alveg þekkt, bæði önnur dæmi hérlendis og erlendis frá einnig. En annars spóinn langlífur fugl, hann elsti sem við vitum var honum að minnsta kosti 26 ára gamall og því þarf hann ekki að koma mörgum ungum svo sem upp yfir ævina til að stofninn haldi stöðugur. Fullorðnir spóar yfirgefa Ísland flestir í kringum mánaðamótin júlí-ágúst. Ungarnir fara svo af landi brott nokkrum vikum síðar og þá þurfa þeir að reiða sig á eðlisávísuna við að rata á vetrarstöðunar. Og þeir snúa svo ekki aftur sem varffuglar fyrir öðru eða þriðja ári. Og þeir hafa þá svona einhverja tilhneigingu til að setja stað í grennd við uppeldisstöðar sínar. En við höfum rekist á nokkra fugla sem voru merktir sem ungar. Nýlega rannsóknir hafa staðfest að spóar fljúga beint á vetrarstöðvarnar í Afríku yfir opið haf eða meðaltali 6.000 km án hvíldar. Þetta var reyndar eitthvað sem var og verið svona grunur að því að það mjög lítið að þeir sjást í Evrópu á haustin. En þeir ná á köflum af miklum flughraða, tæplega 90 km á klukkustund sem víst með því hraðasta sem hefur verið skráð fyrir vaðfuglaflugi yfir opið haf og flugið tekur 5 daga. En þessu öfugt farið á vorin, þá stoppa flestir fuglarnir á leiðinni til Íslands og aðalega á Bretlandseyjum þá helst á Írlandi en einnig í Frakkland og Portúgal. Farið að hausti hraðara en að vori og það víst svolítið óvenjulegt hjá farfuglum þar sem það áríðandi að mæta snemma á varstöðunar til að tryggja sér gott óðal og maka og auk þess að lengri tíma varstöðun gefur líka möguleika á fleiri varptilraunum. Ástæðan fyrir þessu kannski bara svo að vindar á vorin á hagstæðari, haustin á hagstæðari heldur en á vorin fyrir flugið. En einnig getur verið að það sé bara einmitt gott að hlaða sig á leiðinni á vorin svo þeir geti mætt í góðu ásigkomulagi. Því að á varstöðuna því á norðurlandsslóðum getur veður auðvitað verið óútreiknanlegt á vorin. Vetrarstöðvar íslenskra spóa í Vestur-Afríku og ná frá Máritaníu í norðri til Benín. Og það hafa líka sést stöku fuglar á Íberíuskaganum á veturna en það eru ekki margir. Og á veturna þá hafast þeir við á strandsvæðum. Meðal annars svona á leirum og í leiru við á skógum. Og eins og á varstöðunum þá helgaði sér oft óðal en það samt ekki algilt.
En í Afríku má oft sjá spóa sitja í trjám, en það eitthvað sem við svona eigum ekki að venjast. Fæðan á vetrarstöðunum eru aðalega sjávarhryggleysingar, en einnig éta eitthvað smáfiski og skriðdýrum. En krabbar eins og sjást á myndinni eru aðalfæðan. Og þeir éta og þannig að litli krabbar eru gleyptir heilir, en með stærri krabba þá slíta þeir fyrst að þeim útlimina og gleypa síðustu búkinn. Og það talið að þessi langi bogni goggur sem spóin með geti verið aðlögun að fæðunum á vetrarstöðunum. Það þá til þess að stinga inn í fylsni krabba til að krækja í þá. En eins og áður sagði þá náttúrulega Ísland afar ríkt af spóum, en það eitthvað sem ætti að forðast taka sem sjálfsögðum hlut, því það eru svona ýmsar blikur á lofti. En spói reiðir sig eins og áður sagði á opin búsvæði og það gróður má ekki vera of hár og þéttur og þá sérstaklega trjágróður. En gróður fær nefnilega við að breytast á kjörsvæðum tegundurinnar og meðal annars út af hlýnandi loftslagi og svona því að ég veit að sumum hefur þótt ég vera að vega illa sauðkindinni með því að segja frá eggjátennar, þá nú rétt að taka það fram að hófleg sauðfjárbeit líklega lykilforsenda þess að gróðurfar á mörgum svæðum haldist hentugt fyrir spóa og marga aðra vaðfugla og meðal annars áðurnefnda áreyrasvæði sem ekki lengur flæðir yfir vegna varnargarða. Og meðal annað sem má nefna er lúpínan, en hún víða að dreifa úr sér og einnig eru uppi hugmyndir mikla aukning í skógrækt og þá fjölgaði einnig orlofshúsum mjög mikið á síðustu áratugum, en þó það hafi nú dregið úr því eftir hrunið og þrátt fyrir ákveði landbúnaðis í enn frekar lítið hérlendis þá fer hún vaxandi og erlendis tengist hrun vaðfuglastofna auknum umsvifum landbúnaðar. En ég ætla svo aðeins að næstu glærum að ræða nánast þessar atriði. En þessi mynd tekið við Eystri-Rangá og þarna má sjá hvernig lúpínan að dreifa úr sér, en hún víða að taka yfir áreyrasvæðin. Hérna síðan kort frá Þjórsá, en Tómas Greta Gunnarsson rannsakaði spóa þar fyrir 20 árum. Þá var þéttleiki spóa nokkuð stöðugur yfir 3 ára tímabil 40–45 pör á ferkilometra. En síðan þá hefur lúpína lagt undir sig mikinn hluta svæðisins og í 2015 voru þau komin niður í 10 pör. En rannsóknir Tómasar og félaga hafa sýnt að flestir mófuglar forðast skóglendi og hlýnandi loftslag í Kanada að valda því að skóglínan að færast norðar og við það hörfa spóar. Það hafa verið 2 nýleg rannsóknarverkefni sem hafa kafað aðeins dýpra ofan í þessi áhrif. Sigurbjörn Alfreðsson kannaði áhrif aukins runnagróðurs á fuglalíf og niðurstöðu hans sýna með auknu runnagróðri fækkar spóa og reynda fleiri tegundum eins og heiðlóu, tjald og stelk. Og Aldís Erna Pálsdóttir doktorsnemi hefur meðal annars verið að kanna jaðaráhrif skóga og niðurstöður hennar sýna flesta tegundir mófugla forðast skógarjaðarinn. En hér má einmitt sjá graf frá Aldísi sem sýnir hvernig spóa fækkar eftir því sem nær dregur skóginum. En þetta sýnir að skógrækt á búsvæðum mófugla felur ekki einungis í sér að svæði sem skógurinn á tapast heldur ná áhrifin töluvert út fyrir svæði líka. Hérna svo graf frá Lilju Jóhannesdóttur og félögum,
en hún hefur rannsakað áhrif landbúnaðar á vaðfugla. En eins og hefur komið fram þá eru umsvif landbúnaðar enn tiltölulega lítil á Íslandi, sérstaklega í samanborið við önnur Evrópulönd. En ræktarland aðeins 7% lands undir 200 metrum. Og landbúnaður á því stigi eins og hann hér getur jafnvel verið jákvæður fyrir ýmsar tegundir því að hann eykur oft fjölbreytni í búsvæðum sem tegundir stendur til boða. Og Ísland hentar því vel að rannsaka hvað áhrif aukin umsvif geta haft á fuglastofna, umsvif landbúnaðars. En í könnun sem Lilja gerði meðal bænda svo eru 63% þeirra að það væri líklegt að þeir myndu stækka ræktarlandið sitt á næstu 5 árum. En á þessu grafi má sem sagt sjá fjölda fugla á mismunandi landbúnaðarsvæðum. Dekkstu súlurnar eru hérna, ég veit ekki alveg hvernig ég þýði þetta, sem sagt svæði sem eru undir intensive management. En á Íslandi eru það mestu tún sem eru flest slegin 2 ári, en einnig þannig inn í annað ræktarland. Bláu súlurnar eru svo gömul tún sem eru sjaldan eða aldrei slegin en notuð sem beitarland og einnig graslendi sem borið á og nýtt sem beitarland. Grænu súlurnar eru svo náttúrulega eða svona semi-náttúrulega svæði, það sem getur verið lítilsháttar beit eða á engin áhrif frá landbúnaði. Og yfirleitt þannig að svæðin sem eru í mestu notkun eru næst bænum og áhrifin minnka eftir því sem fjær dregur. En þarna sjáum við sem sagt fjölda á þessum mismunandi landbúnaðarsvæðum og það er sem sagt skipt eftir landshlutum og þetta er snemma varptímans og síðar á varptímanum og það sést að þarna sumar tegundir eins og lóa eða golden plover nýta sér landbúnaðarland og einnig stelkur, redshank, að þeir eru töluvert að nýta sér þetta mest notaða landbúnaðarland. En í tilfelli lóuna nýtir hún það líklega aðalega til fæðuöflunar. En ef við skoðum spóann þá sjáum við að hann heitir vimbrel, að hann mjög lítið á þessum svæðum sem eru svona mest intensive management á. Og því er líklegt að auki ræktarland komi honum illa. En til að spóar og aðri vaðfuglarstofnar fái hér áfram dafnað, eða það er að segja þessi stóru stofnar, þá þarf að taka tillit til þeirra þegar kemur að skipulagi lands og landnotkun. Og við getum gert það með því að forðast að raska mófuglaríku landi og halda mannvirkjagerð og skógrækti á slíkum svæðum í lágmarki. Og með því að hefta útbreiðslu lúpínu eins mikið og hægt er á þessum sömu svæðum og einnig með hóflegri sauðfjárbeit, líklega á sem mestum hluta gróins láglendis. Ég ætla að láta þetta bara vera loka orð og bara þakka áheyrnina. Hér eru svo helstu heimildir ef einhverju á að kynna sér þetta nánar. Við þakkum Borgníu kærlega fyrir mjög fróðlegan fyrirlestur. Nú opnum við fyrir fyrirspurnir. Vinsamlegast segi til nafns leið og þið varpið fram spurningum. Hver vill ríða á vaðið? Gjörðu svo vel. Geir Guðsteinsson heiti ég, kannski þetta passaði að ég er blaðamaður, nei ég veit það ekki. En mér langaði bara stutt að vita hvar er spóin fjölmennast, í hvaða landslutum er helst að sjá spóa? Það er þéttast varpið á Suðurlandi, undirlendinu. En til þess að Austurland, Norðausturland, ég var nú sjálfur í sveit í Aðaldal og mér fannst alltaf að vera að voða mikið að spóa þar meira heldur en ég kannski er að sjá annars þar, það er kannski barsminningun, ég veit ekki. En hann er algengur land allt. Það er allstaðar óvinnu, meðan við önnur lönd, alveg óvinnu hár þéttleiki á spónum.
Sigurður Þórðarsson heiti ég. Mér varst athyglisvert þetta með að ungarnir fara af stað 2-3 vikum eftir foreldrunum. Fljúga þeir líka beint til Afríku? Þetta alveg innbyggt í þá? Sko, það var ekki sett svona dægurritar, hafa ekki verið settir svona dægurritar á unga held ég, en mummi getur kannski svarað, það bara almennt sjást ekki margir spóar á haustið, þannig að væntanlega eru þeir að fljúga beint. Þú kommentera með mig? Já, það er veit þessu. Það ekki þekktar, er ekki neinar endurheimtur að haustlægi sem að benda til þess, þannig að öllum líkindum þá fljúga þeir sömu leið. En þetta eru frávik frá þessu einstaka, en öllum líkindum fljúgangar einir sömu leið. Það er ansi magnað. Já, takk fyrir gott erindi. Steinar heiti ég. Ég misti aðeins að upphafinu. Langar að spyrja, verpur spói á hálendinu og ég náði ekki alveg sem sagt geldfuglarnir eru þeir í Afríku þangað til þeir verða kynþroska og kannski að þriðja verpur spói í svona bara í mýrlendi, blautu mýrlendi. Býtu fyrsta spurningi, það var sem sagt hálendi. Já. Ég held að sé ekki mikið að spóa fyrir ofan 400, ég held, 400 metrar held ég. Þannig að hann er ekki held í mikið á hálendinu. Og hitt var sem sagt... Með geldfuglana hvort koma ekki til landsins fyrir þeir eru orðin kynþroska eða? Nei, já, þeir komi ekki fyrir á öðru eða þriðja ári. Það er þá semst í Afríku, já. Og nú er ég búin að gleyma þriðja. Já, það var saman til mýrar. Er hann í svona blautu mýrlendi, sko varfugl? Já, hann er það nú, en hann er samt ekki svona eindreginn votletusfugl eins og margir aðrir og er oft einmitt á þurrari svæðum líka. Takk, Borgný, Estrid ég. Þú sagðir að það kemur fyrir að kvenfuglinn yfirgefi ungan og kallinn eftir klak að öðru hvoru, að það komið fyrir. Hvert fara þá? Hvar halda spóa sig ef þeir eru ekki á óðali? Það er vantanlega að fara bara fljótlega af landi brott, myndi ég halda. En þetta er svona, þetta er yfirleitt þegar ungarnir og orðnir frekar stálpaðir. En það eru kannski meira flýt, þannig að það er langt liðið einmitt á á varptíman. Þá kannski fara þar fyrr. En þeir sérst byrja að fara af landi brott þannig að mánaðamótin júlí-ágúst. Borgþór heiti ég, þakkaði fyrir erindið, frænka. Varðandi miðhálendi þá held ég færu rétt með það. Ég hef verið talast að vinna á heiðunum hann upp við Blöndulón, Eyvindarstaðaheið og Auðkúluheiði. Það eru mikli fjallrabamóar og ég er nokkuð viss um að það er talsvert að spóa þar í tæplega 500 og yfir 500 metra hæð. Já, bara leiðréttist á hér með. Bara svo það komið fram. Lifir spóin alfarið á skortum? Já, varptíma. Hann borðar mjög mikið af berjum líka, krækiberjum. Og virðist oft vera bara frá því árinu áður. Og síðan er víst eitthvað fræ og svona. Já. Þetta er aðalega svona hryggleysingjar tægi. Ja, Ursula heiti ég. Þú varst að minnast á að spóin jafnvel verpi aftur þegar varpi misférst. En
nú hann svo stutt hérna á landi, hversu mikið líkindi að seinna varpið sem sagt heppnast og ungarnir komast á Lego eða fullorðin? Ég held þetta sé sko frekar stuttu gluggi þarna á vorin sem þeir hafa mitt tækifæri til að verpa aftur. En svo sem ekki alveg hvernig þetta er hjá honum, en svona almennt ef þetta eru síðbúnaðri hreiður eða ungan í raunni, það eru minni lífslíkur hjá þeim. En ég Já, þakka þér kærlega fyrir Borgný, þetta var mjög fróðlegt. En ég var svolítið hugsið að þegar ég lærði fuglafræði í Háskóla Íslands, þá var mér sagt að kvenfuglarnir, allavega einhverju þeirra, biðu eftir ungunum. Biðu? Já, það voru aðalega kallar sem færu 2-3 vikum fyrr. Já, ok, það held ég standist ekki alveg. Allan með svona sem ég hef séð af merktu fuglum, þá virðast þær oft fara aðeins undan, ekki nema þær bíðið á einhver staðar og hitti ungana einhver staði seinna. Nei, ég lærði alls konar vitleysu í háskóla, sko. Hver var þinn kennari, sagði? Einhver starðan munur á kynjum? Já, þær eru yfirleitt svolítið stærri. En það samt svona skörun á milli. En ég mitt nú ekki listu þarna, ég kyngreindi nokkra spóa úr DNA og fjöðrum og útbjóð svona litla formúlu úr því sem á að vera hægt að nota til að greina með einhverju 90%, 80-90% vissu hvort er að ræða kvenfugl eða karlfugl með að mæla vænglengd og hvað þyngd. Já, Sigurður Þórðarson hérna aftur. Við datt í hug, ætli spóum hafi fjölgað eftir landnám. Nú hefur náttúrulega verið kjarr og víðir allt láglendið, lágvaxið kjarr sem ekki hentar honum, en ætli hann fjölga við að fá sauðféð. Já, það nánast bara, það alveg pottið til ég. Hann hefur grætt á þessu. Já. Spóin stoppast tiltölulega stutt við eftir varp, sætir hann lægi og býður eftir byr eða bara drífur hann sig strax svo hann á möguleika á. Ég held á haustfarinu þá farið þeir yfirleitt á stað í hagstæðum vindum. En þeir virðast endar eins og kom fram þannig að hagstæðar vindar virðast yfirleitt vera frekar ríkjandi á haustin en síður á vorin. Sem kannski eina ástæðan þess að þeir stoppi þá frekar. Hérna einan, hvernig hegðar fjölskyldan sér eftir klag? Nú hef ég einhvern heyrt af hrossagaukur sem ég held ég að sömu ætt, að kynin skipti liði og annað foreldri fer með kannski 2 unga og hitt með 2 og eitthvað á stjá og hittar svo ekki meir. Hvernig með spóa fjölskylduna eftir að ungar og klaktir og ekki haldaði hópin eða tvístrast þetta allar áttir? Sko, það getur verið kannski að þeir skipta eitthvað svona með sér ungum. Hópin heldur sér saman þannig. Þau eru að halda sig á óðalinu. En það er eins og mjög líklegt, þeir eru svona litlir þá náttúrulega eru þau viðkvæmir fyrir kulda þannig að þá þurfa þau að liggja á þeim, þannig að það er líklegt að þau skipti því kannski eitthvað á milli sín. Þeir fara og hreyfir það ekki svona? Jú, þeir fara bara, ég veit ekki þetta, byrja, þessi ekki bara sólarhringur eða jafnvel minna sem þeir fara. Og ekki fóðraðir en einsli? Nei, og þeir mitt það var svolítið skemmtilegt, ég var einhvern tímann með lítinn spóanga bara ný klakinn í bílnum að mæla hann, vikta hann og eitthvað og það voru flugur að berjast í glugganum og ég prófaði að setja svona upp að og þeir byrja strax að pikka. Þetta er alveg bara, lífið þeir eru náttúrulega veldur á því að þeir verða að fara að borða sem fyrst til að komast sérstaklega yfir
þessar fyrstu vikur þegar þeir eru svona einmitt viðkvæm fyrir kulda og svona Fleiri spurningar? Þetta er aldrei langt flug á stöðvarnar í Afríku. Eru afræningjar á leiðinni sem að ráðast á spóan á flugi? Nei, þeir eru svo hátt uppi og það er meðal annars talin geta verið ein ástæða fyrir að fuglar leggja svona á sig að það er ekki hætt á afráni og sníkjudýrum og einhverju. Þetta er væntanlega mikil orka sem þarf til að fljúga svona einu beinu flugi. Já, væntanlega. Þeir hljóta að léttast töluvert á leiðinni. Ég veit samt ekki alveg hvernig það er. Þetta hefur ekki verið mælt. Jú, þú voru ekki farið að Sörliti fengi styrkja á Jóni Gunnar og mælt saman fugl og aðtöga hvað hann hefur lést á leiðinni. Það hefur sjálfsagt, þeir hafa nú sjálfsagt eitthvað verið skoðað. Ég þekki það ekki alveg. Ég glemdi að kynna með hann Pétur ég með vetrastöðuna þeirra. Eru þeir ekki mikið veittir þar? Sko, þetta er að hluta til einhverjir þjóðgarðar en jú, þeir eru eitthvað veittir. Þessar endurheimtur hafa það ekki oft verið veittir fuglar. Já. Fleiri spurningar? Ef svo er ekki, það lumar enginn á loka spurningu. Ef svo er ekki, það þökkum við Borgný bara kærlega fyrir þennan fróðlega fyrirlestur. Takk fyrir. Hinn 8.